og kynningafulltrúum sem hér eru í sal á bæjarskrifstofu Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 283. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Byrja á því að óska hér öllum hlutaðeigandi og þeim sem á hlýða gleðilegs nýs árs með þökk fyrir það gamla. Hér á þessum fyrsta fundi bæjarstjórnar á nýja ári 2020. Rétt er að taka fram í byrjun að tilstóð hafði verið boðað til að hér er fundur sameiginlegur bæjarstjórnar og ungmennaráðs Fjarðabyggðar, en við höfum verið að koma festu á þá fundi, þá svona samráðsfundi sem eru svo nauðsynlegir fyrir bæjarstjórn með ungmennaráði, og að þeir væri alltaf í upphafi nýs árs og upphafi hausts. En það því miður var ekki fundafært í dag hjá ungmennaráði og vantaði upp á þannig að það fundarefni verður ekki hér, en við stefnum að slíkum fundi í byrjun febrúar á fyrsta fundi bæjarstjórnar þá, og muni flytja hér til og eftir breytingu á fundatíma bæjarstjórnar í tilefni þess í janúar. En öðru leyti þá er dagskrá hér bara því hefðbundin í dag og kannski með styttra snið eins og oft vil vera í upphafi árs, þegar sem við nefndir það sem hefur kannski verið minna fundað svona rétt hátíðarnar sem eru nýliðnar. En hér á dagskrá í dag eru eftirtalin mál. Það er fundargerð bæjarráðs nr. 645, fundargerð ungmennaráðs nr. 2 og síðan eru hér 3 almenn mál. Það er skammtíma fjármögnun Fjarðabyggðar 2020, leyfi til að framlengja yfirdráttarheimild sem verið hefur hjá Íslandsbanka fyrir Fjarðabyggð, reglur launa námsleyfi í leikskólum og endurnýjun samninga í björgunarsveitir í Fjarðabyggð sem er liður sem er hér til staðfestingar en hefur hlotið áður samþykki bæjarfulltrúa milli funda. Og þá göngum við til dagskrár og byrjum á fundargerð bæjarráðs nr. 645 og Eydís Ásbjörnsdóttir beðið um orðið. Gerðu svo, Eydís. Forseti, bæjarstjóri og ágæti bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara hérna yfir nokkur atriði í fundargerð bæjarráðs nr. 645. Það er liður 1 að nýr sviðsstjóri fjölskyldusviðs, Laufey Þórðardóttir, kom inn á fund bæjarráðs og kynnti sig og fór yfir verkefni framundan. Og ég býð Laufey enn og aftur velkomna til starfa hjá sveitarfélaginu. Liður 2, það var lagt fram bréf Heilbrigðisstofnunar Austurlands sem óskar eftir samvinnu við Fjarðabyggð að innleiða verkefnið Positive Health á Austurlandi. Þar sem gerður er samningur samstarf sveitarfélagsins og heilbrigðisstofnunarinnar. Bæjarráð fól sviðsstjóra fjölskyldusviðs að kanna framkvæmd verkefnisins og hvaða þýðingu það hefur fyrir sveitarfélagið sem og kostnaðarþátttöku. Og þess ber að geta að sveitarfélagið er þegar í verkefnum í heilsueflingu og verður að meta þá samlegð þeirra við þetta verkefni. Liður 3, reglur launað námsleyfi í leikskólum og lagðar voru fram reglur launað námsleyfi og auk minnisblaðs frá mannustjóra, og þar kemur meðal annars fram að tillagan er sett fram sem liður í átaki við að manna leikskóla Fjarðabyggðar og lagt til að starfsfólk leikskóla sveitarfélagsins geti sótt launað námsleyfi ef þeir sinna 50% starfi eða meira á meðan á námi stendur, og að því gefnu að þau séu tilbúin að skuldbinda sig til að starfa hjá leikskólum Fjarðabyggðar í 24 mánuði eftir útskrift. Þetta þýðir að starfsfólk heldur fullum launum á meðan það er í staðarlotum vegna í náminu. Jafnframt er gert ráð fyrir að áfram verði greitt 100.000 krónur í námsgjalda og ferðastyrk fyrir hvert námsár ásamt því að greiða hverjum leikskóla tíma allt eftir því hver þörfin er á hverjum stað. Þessi breyting er þá gerð til 2 ára og áætlað þetta kosti á bilinu 2-4 milljónir. Bæjarráð staðfesti reglurnar fyrir sitt leyti og vísaði þeim til staðfestingar bæjarstjórnar og ásamt í að tilkynningar í fræðslunefnd. Kostnaðarauka vegna reglana verður vísað til gerða viðauka en ekki liggur fyrir alveg endalega áhrif þeirra. En reglurnar verða sem sagt teknar hérna til samþykktar á eftir undir lið 4 í almenn mál. Lið 4 lagt var fram bréf frá stjórn foreldrafélags leikskólans Lyngholts á Reyðarfirði
sem sent var til kjörna fulltrúa í bæjarstjórn og til fræðslunefndar. Bæjarráð þakkar erindið og bendir á að málefni leikskólans eru reglulega til endurskoðunar hjá sveitarfélaginu og í því sambandi má nefna að sveitarfélagið hefur lagt í nokkra aðgerðir vegna þessa. Erindið verður tekið til ítarlegrar umfjöllunar og skoðunar í fræðslunefnd í næstu viku. Það er alvarlegt hvaða lítill hluti af fagmenntuðu starfsfólki vinnur í leikskólum og þetta á því miður við ekki bara hjá okkur, heldur á landsvísu. En eins og fram kemur í bókum bæjarráðs hafa málefni leikskólans verið reglulegri endurskoðun og í ár þá má meðal annars nefna að það verið búið að auka skipulagsdögum. Það komið auka fjármagn í launapott hjá leikskólum og núna á þessi fundi erum við að afgreiða þessar nýju reglur launað námsleyfi fyrir starfsfólk í leikskólum. Við höfum á undanförnum árum einnig bætt húsnæðismálin hjá okkur og það eru nýbyggingar, viðbyggingar og endurbætur. En þetta eru verkefni sem eru unnin áfram og eru á áætlunum. En það er mikilvægt að huga vel að því góða starfi sem á sér stað í leikskólanum hjá okkur sem og að nemendum og starfsfólki í leikskólana. Fleiri sveitarfélög hafa einnig verið að skoða þessi mál. Og næsta mál á dagskrá og það var framlögð ályktun sameiginlegsfundar stjórnar skólamálanefndar félags leikskólakennara og félags stjórnenda leikskóla þar sem skorað er á sveitarfélög í landinu að bæta til muna starfsaðstæður leikskólakennara, samræma starfskjör, fjölga undirbúningstímum og samræma starfs- og vinnutíma kennara þvert á skólastig. Þetta mál er mál sem er í skoðun á sama grunni og þau mál sem ég fór hérna yfir áðan ásamt kjarasamningsmál. Og fræðslunefnd mun taka þetta erindi einnig fyrir í næstu viku. Það liður 6. Það var, lagður, aðeins að hlaupa hérna yfir. Að bæjarráð samþykkti að framleggja þar samning til 31. desember 2020 verksamning við GG þjónustu ræstingu á leikskólum og bæjarskrifstofu og bæjarráð fól bæjarstjóra undirritun þeirra en ákvæði er í samningnum upphaflega verksamningi að það er hægt að framleggja ár í senn en bæjarráð samþykkti einnig að ræsting verði þá boðin út við næstu áramót 2020. Og það er liður 9 húsaleiga íbúða í Breiðdal. Lagt var fram minnisblað fjármálastjóra með tillögu breytingu á fjárhæð húsaleigu íbúða sem voru í eigu Breiðdalshrepps. Þar sem lagt er til að húsaleigusamningar í Breiðdal verði samræmdir öðrum húsaleigusamningum hjá Fjarðabyggð og bæjarráð samþykkti þessa tillögur. Og liður 12, auglýsing umsóknar byggðakvóta fiskveiði ársins 2019-20. Úthlutun byggðakvóta fyrir það fiskveiðir ár liggur fyrir. Breiðdalur, Mjóifjörður og Stöðvarfjörður fá úthluta kvóta. Úthlutun til Stöðvarfjarðar og Breiðdalsvíkur lækkar 15 ígildislestir á hvort stað og 15 þorsk ígildislestir eru úthlutað til Mjóafjarðar en ekki hefur verið úthlutað til Mjóafjarðar að undanförnu. Tillögum sérstök skilyrði til úthlutunar kvóta þarf að skila fyrir 27. janúar næstkomandi og bæjarráð fól atvinnu- og þróunarstjóra að yfirfæra þessar reglur sveitarfélagsins byggðakvóta og skila þeim til ráðuneytisins og þar munu verið gerðar athugasemdir vegna úthlutunar til Stöðvarfjarðar og Breiðdalsvíkur. Liður 14 og bæjarráð sendi eftirfarandi bókun frá sér og með leyfi forseta ætla ég að lesa hana upp. En bæjarráð Fjarðabyggðar lýsir yfir þungum áhyggjum af stöðu loðnuleitar á Íslandsmiðum þar sem svo virðist að Hafrannsóknastofnun mun einungis hafa eitt skip til að sinna því verkefni á þessu ári. Í ljósi þess hversu mikilvægur veiðistofn loðnan er í íslenskum sjávarútvegi þá er ástand þetta með öllu ólíðandi. Því skorar bæjarráð Fjarðabyggðar á sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og stjórnvöld að tryggja
nú þegar fjármagn til loðnuleitar og mælinga svo hægt sé að kanna með útgáfu veiðiheimilda. Það gríðarlega jákvætt og bara mikilvægt að í gær hefur ríkið og SFS komist að samkomulagi og loðnuleit hefst á mánudaginn næsta. Og ég vil bara segja að við skulum vona það besta en búast við því versta. Þakka fyrir Eydís, orðið laust Hundagilja Bæjarás, dýrum Pála Skaftóttir gerðu svo vel. Bæjarstjóri, forseti, bæjarfulltrúar. Það hérna liður 1.12. Ég held að sé bara fagnaðarefni að Mjóafjörður sé aftur dottinn inn við úthlutun á byggðakvóta. Og síðan langar mér svona aðeins í lið 1.14. Það er loðnuleitin og bókun okkar frá bæjaráði núna síðasta mánudag. Og það er eiginlega bara merkilegt að við sem sveitarfélag að við skulum þurfa að senda frá okkur slíka bókun og að ekki sé nú þegar komið inn með auki fjármagn sem til þarf til aukina loðnuleitar og til rannsóknar á loðnu. Við mörðum það af síðasta tímabil en sá möguleiki sé fyrir hendi að við fáum annað slíkt ár strax í kjölfarið verður ansi stórt fyrir okkur sem sveitarfélag og útgerðirnar og fyrirtækin sem þær þjónusta. Loðnubrestur hefur keðjuverkandi áhrif á samfélag eins og okkar og við höfum ekki efni á því að það sé verið að reyna að finna lausnir með því fjármagni sem nú þegar er til staðar. Við þurfum afgerandi lausnir og fjármagn sem því fylgir. Þakka fyrir dýrun, orðið laust og skuttar að fá að kveða með hljóðs hérna undir erum bara 2 atriðum, hérna búið að fara vel yfir og hérna þau mál sem voru á dagskrá bæjar á svona fyrsta fundið svo nýja ári, kannski aðeins bara koma inn á eins og áður, eins og þær báðar sem hér hafa talað undan mér, bæjarfulltrúar Eydís og dýrun, það er annars vegar byggðakvótan og síðan loðnuleitina. Kannski aðeins fyrst með byggðakvótan einmitt að taka undir að það er svona byggðakvóti og úthlutun byggðakvóta verður síst svona, það er síst léttar að skilja hana stundum heldur en fyrir ár. Það sem núna er komin þessi skerðing á bæði Stöðvarfjörð og Breiðdalsvík sem ég hef svona ekki alveg kannski náð utanum rökin og baku þó þessi fagnaðarefni sé komið aftur inn til þá Mjóafjarðar. En enga síður þá eru þessi 2 staðir að missa þá byggðakvóta á kannski forsendum sem ég hef ekki alveg áttað mig á en eflaust eiga sér einhverjar skýringar. Síðan svo náttúrulega bara þau svör sem við höfum og atvinnu- og þróunarstjóri sóttu eins og við höfum gert síðastliðin ár bara byggðakvóta fyrir sveitafélagi Fjarðabyggð og við fáum semst þessi svör, þessa úthlutun og síðan þau svör að þetta Norðfjörður, Eskifjörður, Fáskrúðsfjörður og Reyðarfjörður séu utan þess atvinnusvæði sem í vegur inn í úthlutunarreglunni sem er að mestu leyti má velta fyrir sér. Menn geta haft á því ýmsar skoðanir en hérna það má velta því fyrir sér út frá þeim forsendum þó það séu nú ekki þykkar að digrar þær skýringar sem gefnar eru eða þær útlistanir ákveði byggðakvóta útlutunum. Og það er ekkert að leyna að það hefur verið svona bent á þáttan einu sinni á ýmsa þætti í þessum útlutunum sem menn geta sett út á og við þurfum aðeins að taka þessa umræðu svo áfram. Við þetta atvinnu- og þróunarstjóri mun nú fara yfir reglunar sem við höfum haft árabil og hafa reynst okkur vel í úthlutun svo þegar við úthlutum frá okkur en við þurfum svo líka bara að velta fyrir okkur og skoða þær athugasemdir sem okkur hefur borist önnur svæði Fjarðabyggðar og svo framvegis og velta þess aðeins fyrir okkur áfram. Það er, og við sátum nú kynningafund núna á liðinu hausti sértækar aflaheimildir í kerfinu sem eru auk byggðakvóta, náttúrulega sérstakur byggðakvóti og við höfum byggðastofnunar, línuívilnun og rækja og skel og allt þetta sem menn þekkja og það er alveg orðið spurning og áhöld hvernig þessu best komið til framtíðar
hvort að það sé einfallega ekki í sumum tilfellum með sum þessi byggðarlög sem eru urðu fyrir því að missa frá sér kvóta en hafa verið þá að byggja upp aðra atvinnugreinar leið að þeir myndi einfallega njóta frekar fjárstuðnings frá hinu opinbera úr þessu kerfi sem fælist þá í leigu. Þetta er einn af þeim möguleikum sem veldur búin nefnd á vegum sjávarútvegsráðuneytisins hefur verið að skoða hvernig skuli fara með sérstakar heimildir og að skila af sér að ég best veit núna á þessu ári. Ég held að sé fullverið að taka eins umræðandi því að menn þurfa svona að velta þessi hvernig þetta nýtist samfélaginu betur. Sumstaðar nýtist byggðakvóti gríðarlega vel til eflingar þeirra útgerðar sem eftir og öðrum stöðum kannski myndi aðrar lausnir hugsanlega henta betur. En þetta er eilíðar umræða og svo og við þurfum að fara svo bara yfir þessa fórsöndur áfram eins og verið hefur síðustu ár. Aðeins samt í loðnulindinni, ég tek undir það þetta afskaplega sérstætt sveitarfélag, Fjarðabyggð, nú eins og fyrir ár, þurfum við að koma með svona afgerandi hætti inn í umræði sem manni finnst að ætti að vera sjálfsögð hjá þjóð sem byggir á sjávarútvegi. Sjávarútvegur er grundvallar atvinnuvegur og þá skilningur í lífríkinu. Við höfum náð gríðarlega góðum árangri sem þjóð í stjórnun fiskveiða hvað varðar fiskistofnun í hafinu. Við getum haft ýmsar skoðanir á kerfinu sjálfu en stýring í veiðar og verndun stofna með því hefur gengið vel og til fyrirmyndar. Að það sé þá ekki leiðið sami metnaður lagður í þessar rannsóknir sem skipta ekkert bara Fjarðabyggð og Vestmannaeyjar og Vopnafjörð og fleiri byggðir sem heldur bara landið allt. Það skuli ekki hafa verið búin að gera þessa áætlun löngu fyrir áramót, hvernig skuli farið í loðnuleit og loðnurannsókn til þess að við sjáum hvert við stefnum í þessu. Og Vestmannaeyjar tóku einmitt undir, bæjar á Vestmannaeyjar í þessari viku, undir þessa bókun. Og við vorum í samskiptum eins og svo oft áður þessi sveitarfélög sem við erum margt undan lík í okkar atvinnuvegum, sérstaklega með þetta að gera, þar sem uppsjávar veiðar eru stór liður í eyjum og tók undir þetta. Þetta þetta bara umræða sem við þurfum bara að taka líka bara áfram inn á landsfunni og svo þetta ekki því ekki að leyna, það ákveðin áhyggjur líka náttúrulega af því að stöður rannsókn fleira inn á Hafró að þetta bara stórt hagsmunamál sem þarf að vera í lagi til frambúðar. En þetta var svona það sem ég vildi koma inn á í þessum fyrsta fundi. Fleira var það ekki, orðið laust til einhverjum ljós. Svo virðist ekki vera, ég ber þá að fundargerð Bæjarráðs, þess manna sanningin minnst gefa merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá næst fundargerð Ungmennaráðs. Eins og áður sagði, þá voru óvanast til að geta rætt hana hér í dag með Ungmennaráðin, en það gefst nú tími til þess að vonandi núna fljóta til að funda sameiginlega með þeim, eins og til stóð í dag og eiga þá umræðuna þau mál sem brenna á þeim. Ég veit eitthvað hvað þessi hljóð sem fundi ekki Ungmennaráðs. Svo virðist ekki vera, ég ber henni til saðhendar. Hún er saðhend með 9 atkvæðum. Þá erum við komin liðin almenn mál og það fyrst liður sem kallast skammtímafjármögnun Fjarðabyggðar, en er að ræða erindi frá Bæjarráði sem Bæjarráð samþykkti og vísa hér til afgreiðslu bæjarstjórnar tillögu fjármálastjóra að framlengja heimild sem við haft árabil hjá Íslandsbanka, miðdráttarheimild alltaf 300 milljónum sem við höfum viðvarandi þó hún sé ekki nýtt til þess að geta brugðist við þurfum aukið fé með skömmum fyrirvara. Hún tekin fyrir einu svona ári, framlenging þessar heimildar og fjármálastjóri hefur lagt til að hún verði endurnýjuð eins og verið hefur og Bæjarráð hefur sagt þetta var sitt leyti. Orðið laust þetta, engin kveðisljós, ég ber henni til afgreiðslu. Það sagt með 9 atkvæðum að framlengja yfirdráttarheimild Fjarðabyggðar hjá Íslandsbanka til 1 árs. Þá hér næst liður sem kallast reglur launa námsleyfi í leikskólum. Þetta sömulegis komið frá fundi Bæjarráðs sem var nú á mánudaginn, en er að ræða reglur launa námsleyfi í leikskólum Fjarðabyggðar og auk regluna undir lík minnisblað mannustjóra. En nú þegar ég mæli fyrir reglunum þá veki athygli hér að ræða reglur námstyrk fyrir starfsfólk leikskóla Fjarðabyggðar sem leggja stund á nám í leikskólakennarafræðum á háskólastigi. Reglunar ná til eins og áður segir til starfsfólk leikskólans sem taka laun samkvæmt kjarasamningu sambandsins sveitarfélaga og við sem þetta og stunda áðurgreint nám á háskólastigi í leikskólakennarafræðum. Með námstyrkri átti að starfsfólki sem sinni fjarnámi geti haldið launum með ráðningarhlutfall í öllum staðarlótum, vettvangsnámi og í prófum og þar af leiðandi sinnt námi með vinnu, fengið 100.000 króna styrk upp í ferðakostnað og skólagjöld. Þá getur starfsfólki einnig sótt námstyrk
Þau geta sáttu námstyrk að uppfylla eftirfarandi skilyrði. Stunda er að hefja nám í grunndiplómi í leikskólakennarafræðum, BED eða MED í leikskólakennarafræðum, eða eru nú þegar með BA, BS eða BED-próf og stunda er að hefja nám í menntunarfræði leikskóla. Skilyrðin náttúrulega eru að viðkomandi starfsmann sé að minnstu kosti 50% starfshlutfalli og skuldbindist til að starfa áfram með leikskólanum Fjarðabyggðar í 24 mánuði eftir útskrift. Getur starfsmaður einhverjum ástæðum ekki starfa áfram, þá greiðir hann námstyrkin tilbaka. Hér að ræða umsóknarfresturinn náttúrulega vegna náms sem hefst að hausti og áramót og í þessu tilgreintum skilafresti sem er 1. júlí og 1. nóvember og hérna styrkveitingin er miðað við 12 mánaða tímabil. Reglur þessar eru settar nú til 2 ára, þetta er að mörgu leyti í svipuðum svona búningi og við vorum áður fyrir með reglur bæði til grunnskólakennaranáms og leikskólakennaranáms árabil Fjarðabyggð og skilaði okkur gríðarlega góðum árangri hvað varðar grunnskólan á sínum tíma og einnig í leikskólakennarum en við viljum leggja sérstak áherslu sem kom hér fram í máli formanns bæjarráðs áðan undir fundargerð bæjarráðs áherslu á þennan málaflokk hjá okkur að styrkja hann og efla. Þannig að orðið er laust þessar reglur. Engin kveðsi ljós, ég ber eftir samþykktar, það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá erum við komið næst hér í lið sem ber nafnið endurnýjun samninga í Björgunarsveitir í Fjarðabyggð. Hér er liðurinn settur inn en er að ræða að samningar sem við voru gerðið við Björgunarsveitirnar í Fjarðabyggð voru að runnu út þar síðust áramót, áramótin á 2018-19 og ekki náðist að ljúka að endurnýja þá samninga á liðnu ári og það sem það var þá var óskættið því við bæjarfulltrúa í tölvupósti milli jól og nýjárs því að við vildum geta lokið árinu og styrt okkar björgunarsveitir, okkar öflugu björgunarsveitir eins og verið hefur á grundvelli samnings sem hafi verið í gildi, hann er látin gilda fyrir árið 2019. Inn í það kæmi jafnframt samningur að björgunarsveitin í Breiðdal sem var náttúrulega utan þess samning þegar hann var gerður á sínum tíma og var með sinn sérsamning við Breiðdal að það væri samræmt við þá samninga sem okkar björgunarsveitir höfðu fyrir sem var svona má segja kannski hærri og bæjarfulltrúar og samþykktu það öll á milli tölvupóstsamskiptum með því og leiði var náttúrulega það fororð með að þetta er lagt hér fram til formlega bókunar og afgreiðslu til þess að geta lokað því. Bæjarstjóri hefur svo óskað eftir því ef við björgunarsveitirnar við setjum nú kraft í samningagerð og gerum nýjan samning núna fyrir hluta þessa árs sem gildi þá fyrir árið 2020 og næstu ár líkt og síðasti samningur. Það er einfallega bara á síðastliðnu ári höfðu björgunarsveitirnar í ýmsu að snúast og þetta var bara aðeins útundan en í samráði við þá vorum við sammála það að nýta samningin sem fyrir væri til þess að loka árinu 2019 og fara svo í heild sinni yfir þetta. Björgunarsveitirnar hafa komið, þessi samningar hafa verið í gildi, ég má segja frá árinu 2011 og 2012 sem björgunarsveitirnar í Fjarðabyggð stigu það að skref að semja sameiginlega við sveitarfélagið og skipta svo sín á milli og gengur frá því og er með það sitt kerfi á því og hefur gengið vel í staðan fyrir að vera að semja við hverju og eina sveit fyrir sig og vonandi geta menn einhent sig þetta núna að ljúka samningi svo núna til næstu ára núna á fyllu þess á sem gildi frá 2020 og þá til 23 eða 4 eftir hvað mönnum semstum við björgunarsveitirnar. En hér er að vera óskað því að bæjarfulltrúar staðfesti áðurnefnda samþykkt sína hér með formlegum hætti hún sé færð til bókar. Orðið laust þetta. Engin kveðs ljós, þá er það borið til atkvæða. Það er samþykkt með 9 atkvæðum að gertu verði upp í björgunarsveitirnar í Fjarðabyggð eftir samningi sem var í gildi fyrir árið 2019 og björgunarsveitin Geisli í Breiðdal fallið þar undir í sömum hlutföllum og björgunarsveitirnar í hinni eldri Fjarðabyggð. Þá er hér bara eitt mál eftir eða ein tillaga sem var aðeins rætt hér fyrir fund við bæjarfulltrúa en eins og með þekkja þá vorum við búin að samþykkja að hafa bæjarstafnfund 23. janúar, næsta bæjarstafnfund, bæjarstafnfund getur breytt fundtíma sínum til þess að við erum að horfa til þess að reyna að ná að koma á fundi ungbarnafs og bæjarstjórnar í byrjun febrúar að við munum gera breyting á þessum fundardegi til þess að svona taka mörg hinn svona til aðeins að minnka fjölda þá fundagerð og annað slíkt á febrúarfundi að færa fund bæjarstjórnar frá 23. janúar til 30. janúar og síðan verði stemt að fundi ungbarnafs og bæjarstjórnar þann 7. febrúar eins og var sem er áður saðandi fundatími.
bæjarfulltrúar sáðast ekki til fyrirstuð, þannig ég ber þetta upp til samþykkis. Þeir samþykkja við skeiðmerki. Þeir samþykkt með 9 atkvæðum. Þar að leiðandi verður næsti fundur bæjarstjórnar Fjarðabyggðar þann 30. janúar og með hefðbundnu sniði og síðan stemt að fundi ungmennaráðs og bæjarstjórnar í febrúar 7. En þá ekki fleira hér fyrir fund í dag. Ég þakka bæjarfulltrúum fundarstjórnar og segi fundi slítið.